Sjávarfallavirkjun er virkjun sem nýtir orkuna í sjávarföllum til þess að framleiða rafmagn. Sjávarfallavirkjanir eru almennt settar upp þar sem er þröngur fjörður. Nú ætla ég að teikna hérna strandlínu. Við skulum ímynda okkur að þetta hérna sé fjörður. Þetta sé sem sagt land og þetta hérna sjór. Og þegar kemur flóð á fjara, þá kemur sem sagt sjórinn hérna inn þegar það er flóð og fer út þegar það er fjara. Það er hægt að þrengja þetta örlítið og auka þannig strauminn og setja í raun túrbínur hérna sem snúast þegar sjórinn fer út og þegar sjórinn fer inn og búa til rafmagn. Svo er þetta að tengja það bara við næstu rafmagnslínu og nýta rafmagnið. Þetta getur verið, það sem er mikill munur á flóð og fjöru, getur þetta verið ansi mikill kraftur. Það sem er lítill munur á flóð og fjöru gerir þetta nú lítið. En vandamálið við sjávarfallavirkjanir er í raun liggjandinn, það er að segja tíminn meðan það er flóð og ekkert að gerast eða það er fjara og ekkert að gerast. Því í rafmagnsframleiðslu viljum við almennt fá jafnan straum inn á kerfið sem mest. Þannig að til þess að sjávarfallavirkjun myndi virka á Íslandi þá þyrftum við nokkrar á mismunandi stöðum sem eru þá í raun og veru þannig að það sé kannski dauður punktur alltaf á einhverjum stað en þá er alltaf einhver önnur virkjun að virka á móti. Því að þeir hlutir sem verksmiðjur og fleiri og bara almenningur sem notar rafmagn vill hafa jafn mikið rafmagn alltaf, ekki bara stundum meira og stundum minna. Þó þessi vissulega eins og heimilin noti minni rafmagn á nóttunni, en þetta liggjandinn hann er alveg jafnt á daginn og á nóttunni og kemur í raun 4 sinnum á sólarhring því það er 2 flóð á sólarhring og 2 fjara. Þannig að þetta er ekki eins augljós kostur og maður myndi ætla, en með kerfi af svona sjávarfallavirkjunum þá gæti þetta alveg virkað.